Það eiginlega ekki hægt að fara út í Hrísey nema að koma við í Sundlauginni sem var byggð árið 2008 og við hlið þess íþróttasalur sem jöfnum höndum notað sem félagsheimili. En hver þú og hvaðan kemurðu? Ég heitir Elisabeth og ég frá Danmörku. Ég býr á Akureyri og hefur búið það svona 9 ár. En sumarvinnu mitt endaði hér í Hrísey sem sundlaugavörður, fyrsta skipti. Svo þetta glænýr upplifun fyrir mig. Búin að vera hér í sumar sem sagt? Já, sumarið hefur verið yndislegt. Ég veit ekki hvernig hefur verið með veðrið sem geggjað á Akureyri, en veðrið hér í Hrísey hefur verið geggjað allt sumarið og það hefur verið fullt af fólk, margar fjölskyldur að koma. Það oft svona gönguhóp sem byrja daginn með að setja dótið sitt hér í íþróttahöllin, það nóg pláss. Og svo koma þau eftir göngutúr, fara í sund og á yndisleg stund. Það opið hérna alla daga, hvernig opnunartíminn? Já, opnunartíminn yfir sumarið meira en yfir vetra. Þess vegna líka ég kallaði út í sumarvinnu. En það opið 10:30 til 7. Núna þangað til að skólakrakkarnir byrja í skóla aftur. Þá taka krakkarnir bara sundlaugina yfir? Já, það breytast. En ég þekki í rauninni ekki vetrarskipulagið. En það svo skólasund og heimamennirnir alltaf hér kvöldið og nýta sér sundlaugin mjög mikið. Það vinsælt að koma í laugina? Já, það það. Fólk þekkja svæðið, fólk þekkja hvað skáp þau vilt hafa. Láta mig vita, nei, ekki númer 2, ekki númer 20, nei, ég vil 16, ég vil 4. Já. Alltaf sama skápinn? Já, fasta fólkið. Já. En hvað kom til að þú fórst hingað í sumar? Já, mér vantaði saumastarf í svona COVID-tími og bylgjan sem fylgdi það. Misti vinnunni, ég var atvinnulaus, sótti vinnu. Var inn í heimavistin og það loka yfir sumarið líka. Svo ég sótti saumastarfið og ég var svo eina sem sótti það. Þess vegna fikk ég það. En hvers vegna komstu til Íslands á sínum tíma? Já, Ísland fallegasti eyra og land sem ég hef komið til. Og ég og maðurinn mín, við bæði votta Jehova og við talaði svo við heimamennina sjálfur. Og það var alltaf svona kalla, komdu, flytið, komið, dreifið ykkur, flytið hingað. Svona, og það lítið söfnaði í Akureyri, svona við treystuðum að flytja, skipta heimaland. Svo við pökkuðum alls saman, setti þar í gáma með Eimskip, tók heimilið með, ætlaði að vera flutt, ekki bara skreppa og pröfa, og það þess vegna við örugglega búin að vera 9 ár og ætla að vera áfram. Og ætlaði að vera áfram, já? Já. Og kannski Hrísey næsta sumar? Kannski Hrísey næsta sumar, já. Maður veit ekki. Nú byrjað nýtt fast vinnu fyrir mig í haust. Svoleiðis að ég veit ekki hvað sumarið enda með næsta sumar, en ég hef líðið svo vel hér yfir sumarið. Það var gjöf að fá að vinna hér. Sólskin, fólk mjög vingjanlegt. Alla spjallaði við mig, alla tók svo vel á móti mér, samt að ég bara alveg, ókunnugun. Og áttu marga vini núna? Já, það má ég segja. Ég líta allt öðruvísi á Hrísey núna, bara eftir 2 mánuði að vinna.